þá skulum við halda áfram með einsleita línulega anastasíujöfnur. Yfirleitt eða mjög oft þá viljum við finna allar jöfnurnar á SODIS, ekki bara finna eina lausn sem að við fundum lausn á. Með öðrum orðum, við viljum finna almennu lausnina á differjöfnunni. Til þess að geta gert það, þá þurfum við að finna tvær mismunandi lausnir á þeim til að finna almennu lausnina. Ef við finnum tvær lausnir, þá verða allar línulega samsetningar þessar lausnir við differjöfni, svo lengi sem að lausnirnar séu línulega óháðar. Viðlegðarreglan eða superposition principle segir að ef y1 af x og y2 af x eru lausnir við línulega einsleitar í differjöfnu, þá er fallið y af x jafnt á c1 y1 af x pluss c2 y2 af x, þannig að c1 og c2 eru fastar líka lausnir. Og þá erum við komið með margar lausnir við differjöfnunum okkar. Tökum sýndæmi. Skoðum differjöfnuna y2 merkt mínus 4y merkt pluss 5y jafnt á 0. Gefið er að y sé jafnt á e mínus x og e í 5x, sem sagt það sé lausnir. Við höfum að sýna að 4e í mínus x pluss e í 5x sé lausn, sem sagt að þessi samsetning sé lausn líka. Við sjáum að y jafnt á 4e í mínus x pluss e í 5x. Y merkt er mínus 4e í mínus x pluss 5e í 5x og y2 merkt er jafnt á 4e í mínus x jafnt á 25e í 5x. Setjum það inn í jöfnun okkar og fáum þá svona runnu, fellum svigana og leggjum saman og fáum 0 jafnt á 0. Þannig við erum búin að sýna fram á að þessi samsetning af lausnunum okkar sé líka lausn. Virkar viðlegðarreglan alltaf? Miður virkar hún ekki alltaf, því það er ekki nóg að setja saman tvær lausnir, einhverjar tvær lausnir, og halda lausnin sér komin. Ef við skoðum differjöfnuna x2 merkt pluss 7x merkt pluss 12x er jafnt á 0 og við vitum að e í mínus 3t og 2e í mínus 3t eru lausnir þessari jöfnu og þau getur prófað að sannreyna. Þessari jöfnu taka ekki með e í mínus 4t, þannig að það er líka lausn. Og þess vegna verðum við að finna línulega óháðar jöfnur. Þegar þið takið eftir, þetta er línulega háðar jöfnur. Einu munurinn af þeim er fastinn. Við þurfum línulega óháðar jöfnur til þess að geta fundið allar almennu lausnina. Ef við skoðum skilgreiningu við þessu, ef við erum með setta föllum f af 1x, f af 2x upp í f af n af x, þau eru svo línulega háð ef að það er til fastar c1, c2 upp í cn sem ekki eru öll 0, þannig að c1 f1 af x pluss c2 f2 af x pluss upp í cn fn af x er jafnt á 0 fyrir öll x yfir bilið sem er verið að skoða. Samband falla sem ekki eru línulega háð eru sögð vera línulega óháð. Einföldum þessi skilgreiningu aðeins af því við þurfum bara að finna tvær lausnir. Við einfalda hana. Tvö föll f1 af x og f2 af x sem er sögð vera línulega háð ef annarkvort þeirra er eins og 0 eða f1 af x er jafnt á c sem f2 af x fyrir einhvert fasta c og fyrir öll x yfir bilið sem skoðað er. Föll sem ekki er línulega háð eru sögð línulega óháð. Þannig við einföldum þessar jöfnu hana áðan alveg töluvert. Ef við tökum sýndæmi, við höfum að skoða hvort föllin séu háð eða línulega óháð. Ok, við erum með x í öðru og 5x í öðru. Við sjáum að þetta er línulega háð þar sem f af 1x er jafnt á c sem f2 af x, sem x í öðru er jafnt á c x í öðru. Eða ekki? Þannig þetta er línulega háð. Skoðum næstu. Ég sé ekki neina leið til þess að gera þetta með f af 1 c sinnum jafnt á c sinnum f2 af því sin verður ekkert auðvitað kostum og diffrir eða heildir eða eitthvað. Þannig að þá er hún línulega óháð. Svo erum við e í 3x og e í mínus 3x. Passið ykkur hérna, þetta er ekki línulega háð. Þetta er línulega óháð. Þessar jöfnur. Af því að þetta er einn með e í 3x og það er alveg saman hvað gerir, þú nærð ekki að færa
E3x upp á strik með einum fasta. Þú þarft að nota breytu til þess. Þannig að þetta línulega óháðar jöfnur. Síðasta jöfnan okkar, eða síðasta settið okkar, það 3x og 3x plus 1. Við fáum aldrei 3x til þess að breytast í að vera 2 tölur þótt við margföldum með fasta. Þannig að þetta líka línulegar óháðar jöfnur. Almenn lausn einhleytri diffurjöfnu eða general solution to homogeneous differential equations. Ef y1 af x og y2 af x eru línulega óháðar lausnir við annars stigs línulega einsleitri diffurjöfnu, þá almenn lausnin gefin með y af x jafnt á c1 y1 af x pluss c2 y2 af x, þar sem c1 og c2 eru fastar. Bara eins og vorum að ræða rétt á hann. Ef við tökum símdæmi, einfalda okkur þetta, ef y1 af t jafnt á e3t og y2 af t jafnt á e minus 3t, lausnin y tvímerkt pluss minus 9 jafnt á 0. Hver almenna lausnin? Skoðum fyrst hvort að y1 af t og y2 af t sé línulega háðar. Við vitum að e3t ekki jafnt á c e minus 3t, það ekki hægt, eins og við ræddum á það. Ekki hægt að finna c, þannig að það gangi upp og þeir línulega óháðar. Þá vitum við að það lausnir. Þá hægt að segja að y(x) jafnt á c1 e3t pluss c2 e minus 3t almenna lausnin við dæminu. Gangi ykkur vel.